Í þessu dæmi þá notaður Pýþagóras til þess að finna hérna þessa langhlið. Það var rétt. A í öðru pluss B í öðru var þá jafnt og þessi hlið hérna í öðru. Og svo tókstu kvadratrótina og þannig fékkstu 34. En hvernig við finna þetta horn A? Það borgar sig þá að ímynda sér, og nú ertu að sjá þetta fyrir þér, þú ert í þríhyrndu herbergi hérna og við erum að horfa ofan á herbergið og þannig ég ætla að ímynda þér að þú standir hérna, hallir upp á horninu, snýr bakinn í hornið og horfir inn í þríhyrninginn. Þá þú ert að spá í hvað þetta horn stórt. Þá það þannig að þessi lína hér liggur að þér. Hin hliðin, sem ég ætla nú að reynda að mála rauða, hún þá beint á móti þér. Það þýðir að þegar hún beint á móti þér, þá telst hún mótlæg, en þessi hérna 16, hún liggur að þér, hún telst þá aðlæg. Og við erum að fara að beita tanjöfnunni hérna. Tan af horninu sem þú stendur í það jafnt og mótlæga hliðin, 16, deilt með aðlæga hliðin sem 30. Við setjum þá tölurnar hérna inn og þá þetta 16 deilt með 30 hér. En hvernig stimplum við þetta inn í reiknivélina? Jú, sjáðu hérna til hliðar, hér sínus, kós og tan. Til þess að finna hornið, þá verður eiginlega að nota hérna tan í mínus fyrsta. Þá ertu að breyta tugabrotinu yfir í gráður, því að 16 deilt með 30 0, eitthvað. Til að breyta því í gráður, þá verður að nota tan í mínus fyrsta. Og til þess að gera það, þá gerur shift-knappinn, til dæmis á þessari reiknivél, og svo tan, þá ertu komin í tan í mínus fyrsta, og þú slærð þetta inn, tan í mínus fyrsta, og framkvæmir deilinguna 16 deilt með 30, en hún verður inn í sviga. Þá færðu beint gráðurnar. Nú, hafðu í huga að ekki eru allar reiknivélar eins, en aðgerðin engu að síður svo sama. Og í þessu tilfelli þá svarið 28,0724864 og ef ég námynda með 2 aukastöðum, þá þetta 28,07 gráður. Hornið A 28,07 gráður. Takk fyrir.